Ég ætla að fara yfir það hvernig við lesum af míkrómæli og hvernig við berum okkur að. Í fyrsta lagi þá þurfum við að passa okkur á því að halda alltaf hér utanum plasti sem er á kjammanum, því að við viljum alls ekki hita mælitæki sjálft. Þá töpum við allir nákvæmni. En fyrsta sem við gerum þegar við tökum mælitækið er að við athugum hvort það sé núllstillt. Og þá snúum við hér á endanum þar til við heyrum smella og þá lesum við hér af og við sjáum núna að núllið flúttar við línuna. Þessi mælitæki er hérna þessi mæli frá 0 og upp í 25 mm. En ef við erum konum með stærri míkrómæla þá eru þeir frá, eins og til dæmis þessi, 25 og upp í 50. Og þá náttúrulega getum við ekki skrúað niður í 0. Þá þurfum við einhvern veginn að geta núllstillt hann og þá erum við með svona pinna til að sitja á milli. Og pinnarnir eru kvarðaðir í samræmi við mælitækið. En það er eins með pinnana eins og með mælitækið sjálft að við þurfum að passa okkur að halda alltaf utanum plastið. Þannig að við hítum ekki pinnan, en leið og við hítum pinnan að þá lengist hann. Þannig að þá myndum við bara setja pinnan hér á milli og gera svo eins, ferða þangað til að það smellur og lesa svo af mælitækinu og leiðrétta ef með þarf. Það er tvennt sem við getum, annars getum við leiðrétt skekkjuna eða bara skrifa hjá okkur hver skekkjan er og þá dregið frá eða bætt við eftir því sem við á. Annars getum við skrifa hjá okkur skekkjuna, dregið hana frá eða bætt við eftir sem þarf, eða þá við getum notað hennar sérstaka lykil hérna og þá er gat hér aftan á sem við setjum lykilinn í og þá getum við snúið hér upp á þetta fram og tilbaka eftir hvað þarf. En nú ætlum við að mæla. Við erum hér með sveifarás og þá höfum við hér á, við opnum þangað til að hann kemst yfir. Og við finnum staðinn þar sem að sveifarásin er sverastur og þá er komið að lesa af. Þá sjáum við hér að við erum hérna með 40 og 45, 46, 47 og svo erum við með 25, 26, 27. Þannig að þetta er þá 47,27. En hér sjáum við að hér fyrir neðan kemur strik og þetta er þá hálfur. Segjum svo að við værum hér, að þá værum við með 45, 46, 47, 47 hálfur og plús þá hér 20. Þannig að þá væri þetta 47,7. Svona lesum við af míkrómæli.